þjóðin þarf ekki, hún talar skýrt í hverju einustu skoðanakönnun, þó að ég sé ekki svo tegund stjórnmálamanna sem að lifir eða deyr eftir könnunum, en það er greinilegt að ferillinn og samningaviðræðurnar hafa trúverðuleika yfir sig, þá lætur þessi þjóð ekki skipa sér fyrir verkum. Þannig að þegar menn eru stundum að segja að vegna þess að það er bara einn flokkur sem heilshugar vill fara inn í Evrópusambandið, þá er ég algjörlega öndverðar skoðunar, ég held að það skipti ekki máli, þetta er ekki lengur elítu þjóðfélag og fólkið, það lætur ekki stjórnmálamenn að skipa sér fyrir verkum, það mun taka sína ákvörðun og svolítið stuðning líka frá Norður-Evrópu. Þar hefur það gerst að það sem að elítan, en pólitíska elíta heldur hún geti skipa fólkinu fyrir, eins og ýmsum Norður-Evrópulöndum, varðandi þjóðaratkvæði, en það fer það alltaf annan veg. Það var lokið sinni endurskoðun og sameiginlegu fiskveiðistefnu, henni er ekki lokið, þannig það er svolítið erfitt að fara í að semja, ef þú veist ekki nákvæmlega út frá hverju þú ætlar að semja, þó ég tekja það fram. Allar breytingarnar sem að svo góða konan Damanaki sjávarútvegsstjóri, sem hefur stundum snoppungað okkur Íslendinga fyrir ýmislegt, og núna síðast bara í vikunni, að hún er samt að berjast og slást fyrir breytingu sem allar falla á hið íslenska borð, þar að segja falla þannig að færa vald frá Brussel og til sérfræðinga í héraðasvæða og fyrirtækja. Og spurningin sem þú spurðir, hvenær verður opnað? Ég get ekki svarað því öðru leyti en því að ég er nýkominn frá Brussel, þar sem að ég hlustaði á fulltrúa Dana sem taka við formennski Evrópusambandinu núna til nokkra daga, lýsa því mjög fast og ákveðið yfir að þeir hefðu fullan hug á að einbeita sér sem forystuþjóð til þess að opna fiskveiðarnar og landbúnaðinn sem fyrst. Það er að segja á meðan á þeirra skeiði stendur. Já, það er eitt sem tala ákveðin frest til þess að kynna svona, en forsætisráðherra, hún hefur sagt að það sé stefnan að ljúka aðildar viðræðunum. Það er nefnilega fleiri vopn í þessu, heldur en bara rök okkar. Það er þannig, kerfið er þannig að löndin sem að tilheyra þessu byggsi öllu saman, þau mega koma með sínar skoðanir líka. Og ég held, og meir en held, ég veit það að mörg lönd hafa áhuga á því að koma sjónarmiðum á framfæri að minnstakosti er varðar ábyrgð ríkis, því að eins og þú nefndir hér í upphafi þessa góða spjalls okkar, þá eru nú ýmis ríki sem eru í þeim sporum sem að við vorum áður heldur en að Íslandi reif sig upp, eins og kom nú síðast fram í dag. Já, en ef við töpum, hversu illa erum við þá stödd? Það er hægt að draga upp ýmis konar sviðsmyndir. Og ég bara segi með fullri virðingu fyrir þessar góðu spurningu. Ég stýri þessum málarekstri fyrir hönd Íslands og ég fer ekki inn í þetta með því hugarfari að við séum að fara að tapa. Það auðvitað reynir á samningalipur, það reynir auðvitað líka á það hvaða mál, með hvaða hætti hún ber fram málið. Henni myndi aldrei takast að koma sama máli í gegn og var lagt fram í fyrra. Ég meina, menn er að læra af reynslunni, þá bara, það var eins og bílslys, menn rákust bara á vegg þar, en það var bent á svo marga galla í því frumvarpi og það gildur okkur eins og alla aðra, við verðum að læra af reynslunni og læra af því hvernig tiltókst það. Já, en er það boðlegt að leggja fram frumvarp og líða eins og maður hafi lent í bílslysi? Mér finnst það nú ekki boðlegt, enda lagði ég það ekki fram. Og hefur ekki gert? Nei. Bara til umræðu. Ég meina, svo komu önnur frumvarpsdrög bara núna í haust úr ráðuneyti Jóns Bjarnasonar sem að ollu nú ekki mikilli hrifningu. Eruð þið að reyna að styðja stjórnina og styrkjana með einhverjum hætti og ræða við framsóknarmenn mögulega eða einhverja utanflokka þingmönnum? Elskar mín, þú ert að tala við mann sem sagði það alveg skýrt út þegar að þessi ríkisstjórn byrjaði að ég vildi framsóknarflokkinn inn í stjórnina. Ég vilja að fá hann inn í það sem síðar var minnihlutastjórn. Þetta bara svo brátt að Sigmundi lá svo á, hann sagði þetta bara í útvarpinu, hann vildi styðja þá stjórn, veitinu hlutleysi. Kannski þorðu framsóknarmenn ekki að taka ábyrgð á því sem við þurftum að gera mók út úr þeirra fjósi með að Sigmundur og það lið myndi nú framsóknaræskan, hún myndi ekki vilja koma inn í þessa ríkisstjórn. Ég skil það vel, það væri vafamál. Ég myndi samt í þeirra sporum horfa blíðlega til okkar og velta fyrir sér hvað framtíðin ber í skauti sér eftir næstu kosningar, því að ég held að framsóknarflokkur myndi ekki þola það
að fara í ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum eftir næstu kosningar. En myndi hann þola það að hafa verið í ríkisstjórn með ykkur? Þessu síðustu mánuði? Já, ég sagði þetta er mín skoðun, ég tók að skýrt fram að ég dregi efa að ég Sigmundur er svo skynsamur piltur að hann myndi nú stökkva á það þó að slíkt tilboð kæmi. En hann hefði kannski gert ef að það hefði komið fyrir ári síðan og ég hef bara verið þeirra skoðunar að þeir hefðu átt að vera þarna og ég veit ég verið boksaður fyrir að segja þetta mínum félögum. Framsóknarflokkurinn er ekki endilega efstur á vinsældalistan og þetta er mín skoðun. Þegar þú talar aðra utanflokka þingmenn, já, ég ger nú ekki ráð fyrir því að það sé hægt að blikka Atla Gíslason þannig að hann fallist aftur í faðma við okkur. Ef þú ert að tala hreyfinguna, þá er það þannig að það er allavega eitt stórt mál, mjög stórt mál, sem að við eigum sameiginlegt með hreyfingun og þá er ég að tala ríkisstjórnin alla og það er einbeittur vilji til þess að koma fram breytingum á stjórnarskráni. Það tel ég að sé eitt það allra mikilvægasta sem eftir er, jafn mikilvægt og breytingar á fiskveiðistjórnkerfinu ef ekki meira og það er hugsanlegt að það sé hægt að ræða við hreyfinguna það en ég er nú ekki á þessari stund að bjóða minni góðu vinkonu Birgittu í ríkisstjórnina. Nei. Frumvörp og líða eins og maður hefur lent í bílslýsi? Mér finnst það nú ekki bálegt, enda lagði ég það ekki fram. Og hefur ekki gert? Nei, en hins vegar er það nú ekki rétt að helmingur af ríkisstjórninu hafi bara dregist á það að sækja Öll ríkisstjórnin, hún ákvað það að leggja tillögu fyrir alþjóðlegt, enda lagði ég það ekki fram. Öll ríkisstjórnin, hún ákvað það að leggja tillögu fyrir alþjóðlegt, enda lagði ég það ekki fram.